Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér athafnakonan Tóta Jónsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það mætti segja að þú væri svona ákveðin frumkvöðull í hamprækt á Íslandi. Já, það má svona, jú, alveg með nokkrum öðrum. Já. Og hampplantan bara mitt mesta áhugamál og ég hef miklu að trúa að þessi planta geti gert rosalega góða hluti fyrir okkur. Og ég og hann Sigurður stofnuðum hampfélaginn 2019 og þá ég reynda búin að vera í kringum þessa plöntu í 20 ár og kynntist henni í gegnum þegar vinur minn fékk krabbamein. Það var svona mín fyrsti kynni og hann fór að nota olíu og svoleiðis. Og ég sá bara hvað hún hjálpaði honum alveg gríðarlega, þannig að það var mjög áhugavert og svo fór ég aðeins að ákvæða að skella mér eitt námskeið og taka eitt diplómananám og aðeins kynna mér bara plöntuna og söguna og þá bara því meira sem að les, því meira sér maður að þetta planta sem við eigum að nýta. Hún frábær, hún hægt að nýta hana alla þannig að það aldrei neitt sem dettur af henni, hún tré, það kannski nýtt 20% sem dettur affall af hverju tré sem þú ert að fara að taka niður en hann getur nýtt hann allan bara, og í marga vöruflokka þannig að hann svo magnaður. Svo vex hann á Íslandi og vex á 4 mánuðum. Það vex úti á Íslandi. Úti á Íslandi, já. Og við erum að fókusa með innarhampinum, þá erum við að fókusa að reyna löglega að búa til nýja ræktun fyrir bændur til þess að geta bara aukið tekjunum sína. Það erfitt að vera bóndi á Íslandi og ég hef mikla virðingu fyrir það og ég fór og fekk að rækta sjálf í 3 ár upp á Sandhóli í Meðallandi og kynntist aðeins bóndalífinu, eða hvernig maður að segja og ég verð bara að segja að ég hef mikla virðingu fyrir þeim og þetta mikil ströggl og mikil erfið vinna á rosa stuttu tímabili sem þau hafa til að gera eitthvað og ég til að hampurinn einn af þessum hlutum sem getur verið hér og við gætum notað sem minna í að byggja til dæmis hús og við höfum búin að byggja fyrsta hamphús á Íslandi. Já. Og hamphús eru svona heilbrigðustu hús sem við getum búið í. Þau brenna ekki, þau mygla ekki, þau anda og þau eru með engum eiturefnum og þau safna hita og kæla eftir bara aðstæðum úti. Þannig að þú sparar hrikalega mikið af peningum í rafmagn og hita en þetta lifandi hús þannig að þetta alveg gæti ekki verið betra fyrir þá sem búin að lenda í myglu eða í einhverju ástandi og svo þetta bara rosa góð framtíð að búa til góð hús og falleg hús og geta rækta sér hús. Hvernig, ég á mjög erfitt með að sjá þetta fyrir mig, bara hvernig ein planta verður hús? Já, það bara máli, í plöntunni blóm og svo hefur trefjarnar sem eru utan plöntunni og inn í henni kjöt sem notað í hampsteip og þú notar þetta kjötið innan úr stönglinum og þú setur bara vatn og kalk og það spes kalkblanda sem það þarf að vera með og þetta bara rétt bleitur upp eiginlega svona eins og leir og setur þetta bara og raðar þessu upp og þetta þornar og þetta breytist í steipu og málið það og þetta rosa létt efni þannig að þú þarft ekki yfirleitt að risa stór tæki og það ekki svona og það engin eiturefni og svo lesa þannig að þetta rosalega auðvelt að vinna með og hún fljót líka að setast þannig að þú getur tekið utan af formánum mjög fljótt og við erum arkitektastofan Lúdíka búin að byggja hús, það gerði það fyrir 2 árum síðan sem verið að fylgja eftir með rannsóknum og sína að það þolir íslenska aðstæður, það verið að byggja hamphús út allan heim, þannig að við erum ekkert að finna upp hjólið þannig að við erum bara að reyna að sína þeim að þetta einn val sem við höfum og miklu hollara og hvað þá, það eiginlega engin innflutningur það miklu minni innflutningur og það verkefni sem þau gerðu hjá Lúdíka, Anna og Jan að þau reikniðu einmitt allt þetta inn hvað þurftu mikið að flytja inn kólefnisspori í kringum hvert einasta keyrslu hvað sem þannig að þau settu upp þetta alveg í perfect mynd og það rosalega áhugavert að sjá það að við erum þetta háð bara innflutningi og það virðist einhvern veginn gleymast hvað mikil mengun í skipa innflutningi og mér finnst það svolítið áhugavert að við horfum ekkert í það hvað getum við minkað innflutningin og verið meira sjálfbær og það eru svona litlu hluti sem við getum alveg gert en það ekkert verið að fókusa á það. Já, þetta tekur bara 4 mánuði fyrir eina svona plöntu að ná fullum vexti. Já, og hún bindir 10 tonn af karbon á meðan í 1 hektara, 10 tonn. Vá. Þannig að, ég búin að rækta 10 hektara, þannig ég búin að binda svona 100 tonn af karbon og binda jörð. Þannig að hún bindur jörð eins og lúpinan og nærir hana og byggir hana upp. Þannig að hún líka frábær í milliræktun. En ef þú ert með þitt land, þá áttu bara að nota sama svæðið og það getur orðið sjálfbært með tíman.
að þú skilur ræturinn eftir í jörðinni. Og þið hafið kallað eftir svona lagabreitingum og því að ramminn verður svona lagaður að þessu og þá ekki verið að tala kannabisplöntur. Nei, alls ekki. Nú erum við að tala sko hampinn sem iðnaðarplanta sem til að framlega til dæmis bara fatnað, það verið að búið til einangrun inn í bíla, til dæmis Benz og BMW nota bara hamp einangrun í bílana sína staðið fyrir plast einangrunir. Það þetta notaði búið til hampplast og bara endalausar hluti reipi og bara hvað þú vilt þar. Óbyggingarefnið þetta. En svo það blómin, það getur þetta verið fæða, það getur, og svo getur við farið í kannabis sem þá auðvitað medikal sem við erum að fókusa á. Við viljum fá medikal lyfjahamp lyfjahamp löglegan á Íslandi þar sem að það rosa mikið á sjúklingum á svörtu markaði að leita sér lausna og það hefur bara aukist og okkur finnst bara komin tími til að heilbrigðisráðuneytið og landlæknir og bara læknar yfir höfuð fari og kynni sér þetta af því þetta löglegt í flestum Evrópulöndum og búið að vera það í þó nokkur ár. Við erum svolítið mikið eftir á og þú getur ekki tekið neina ákvarðanir nema þú komur og fræðir þig og svo fyrir utan það hefur þetta verið lyf í mörg hundruðu þúsunda ára síðan við vorum bara á jörðinni hefur kannabis verið lyf og fyllt okkur þar til 1920 þegar hlutunum voru breytt og þá var það svona bara tekin plantan frá okkur og breytt nafninu í marihuana og ég ætla bara að segja ykkur nafni marihuana, það ekki til í plönturíkinu, það kemur af Mario og Juan frá Mexíkó. Þannig að þeir settu svona innflytið þetta nafn á plöntuna og þannig breyttu löggjöfinni og svolítið svona byrja að búa til þetta neikvæða bara og þessi planta var svona hræðileg áður en þessi planta var demonized eða hvað maður segir, breytt í djöfulinn þá var verið að framlega pappir úr henni, það var verið að framlega dísilolíu úr henni, það var verið að framlega lífastrás, alla gallabössu fyrstu voru úr hampi, skilurðu, en þetta var þetta bara leið til að kleypa nælon inn og new medicines eða nýju lyfjum og gerfilyfjum eða synthetic lyfjum og þetta bara, og þá var þetta tekið þegar það voru eiginlega allir með það kunnáttu að geta gert þetta og ég veit ekki, eins og við vitum þá heimurinn svolítið þannig að þeir vilja ekkert að við getum gert of mikið heldur að við kaupum allt og séum háð og ég svolítið svona mikið fyrir það mér finnst unga kynslóðin, hún vill vera meira sjálfbær, hún vill vera grænni við erum búin að vera að berjast við þetta í mörg ár og þá til við stofnum samtökin hamfélagi þá var svona þá bara dróðu okkur saman nokkur sem vorum búin að vera í sikru hornin að berjast mjög lengi við höfum breytt einni reglugerð og það má flytja inn að hamfra í dag og rækta þau en það sem að ríkisstjórnin klikkaði á hún gerði enga reglugerðir í kringum það þannig að við getum bara hent fræjum hvar sem og við getum ekki sagt neinum hvar við erum að gera það við hefum lent í lögreglunni út af því og fólk að lent í vesinni að það vera að taka inniræktanir niður sem eru hampræktanir en það bara út af því þið byggu ekki til reglugerðir við megum bara flytja inn ég get ekki tilkynnt það, ég ætla að gera þetta eða neitt þannig að það svolítið það sem að við viljum fá frá ríkisstjórninni til þess að við getum haldið áfram bæði þetta vilja fá landbúnaðarháskóla með okkur í næstu þróun til þess að taka þetta alla leið og svo þurfum við þurfum tæki sem eru ekki til á Íslandi til þess að geta tekið hana inn í hús og þurrka hana af því að þetta sterkustu trefjar í heiminum hamptrefjar bara sterkustu trefjar í heiminum og það ekki til tæki sem að virkilega geta tekið og slegja hana niður Vá, þetta alveg magna. En þið eru með hvað, í þriðja skipti núna svona fræðslu þetta? Já, ég ætla nú bara að segja, við erum bara með alþjóðlega ráðstefnu og við erum að fá, þetta þriðja ráðstefnun okkar og hún hefur stækkað mjög á síðustu 2 árum þar sem að heimurinn mjög spenntur fyrir Íslandi, það sem við vitum, við vilja allir koma til Íslands. En mikið af fólki sem horfir til Íslands sem væri svona náttúrulegu sent fyrir fólk til að koma í náttúrulega meðferð í framtíðinni. Við vitum að eins og bara með hugvíkardefnin og það eru þetta MAPS búin að vera með sínar ráðstefnir og þeir horfa til Ísland sem svona
heilunarstað til framtíðina þar sem fólk getur farið og farið kannski eitthvað skona náttúrulega meðferðir og það er alveg sama í kannabisinnanum. Þeir horfa líka til Íslands sem hreina náttúrulega stað til að koma og njóta og geta farið eitthvað skona retreat eða hvað maður segir, svona ferðalög út í bæi, út í sveit og svoleiðis og njóta þess, skilurðu. Og þetta er þetta þar sem að fólk horfir til, en svo horfum við Íslendingar líka á þetta bara tækifæri fyrir okkur að fara að rækta lyfjahamp inni til útflutnings þar sem að það er undir Evrópulögu eða Evrópsku lyfjastofnun, þannig að við erum ekkert að biðja sko, lyfjahampi fellir undir Evrópsku lyfjastofnun, svo við sko hafa á hreinu. Þetta er löggjöf sem er bara inn í Evrópu og flest lönd eru búin að hleypa henni inn og fólk hefur aðgang að þessum lyfjum, en við á Íslandi og hérna Svíþjóð og Noreg reyndar búin að löglega en aðgangurinn er samt ekki til staðar. Já. Og það er bara, rosa skrítið að við fáum ekki samu mannréttindi eiginlega og aðrir í Evrópu þegar við viljum fara eftir Evrópu. Og okkur finnst bara komin tími til líka að þetta veri breytt og tekist á við þetta. Því það er ekkert í lagi að sé fullt á sjúklingum á svörtu markaði að hitta bara einhvern að reyna að finna sér eitthvað lyf. Já, og maður veit að þetta, og þau kannski bara veit ekkert hvað þau eru að fá. Nei, og sumir lenda mjög illa í því. Sumir eru mjög heppnir, aðrir ekki. Og líka svo bara, allt sem fer í gegnum þetta medikal er búið að rannsaka, taka labtesta og vera alveg vissum að það sé eins og það á að vera og svo getur líka þá fengið læknum til þess að finna rétt að skammtana og hvernig þú átt að hafa þína olju sem eru svo misjant að það eru mjög persónulegt að nota lyfjahamp þarf að svolítið navigata hverjum á einum, það er ekki svona eins og tablan og allt sem heitir náttúran og náttúrulyf eru líka andleg, þannig að þeir eru ekki bara að fara að vinna í einhverju þeir eru að fara líka að gefa þér eitthvað inn í andaðinn og þú getur notað hana til þess að fara inn á við, skanna líkamann, vera góðu við sjálfa sig. Hún hefur verið notuð og sem hún er kölluð Santa Maria til dæmis í Suður-Ameríku og Mexíkó að því hún var heilög. Þannig að það er bara, hún er mjög falleg og góð þessi planta sko. Og þú ert hérna með nokkra myndir af framleiðsluferlinu og þetta er nú bara á Íslandi, þetta er bara hérna hampskógur á Íslandi. Já, ég hef ræktað 10 hektara, þetta sumar minni mig hafi ræktað 2 eða 3 hektara og það sem ég var að gera með minni ræktum var bara að prófa alls konar fræ svona af svona sikkur kyn af fræjum til þess að reyna að finna hvaða fræ virka best fyrir Ísland og ég er ekkert á því að ég sé endalega búin að finna rétt af fræið og akkurat núna þá er ég að halda sko námskeið fyrir þá sem vilja vera happaræktendur og er með fyrir flyktinn specialista frá Kanada og Bandaríkjunum sem er að fara að sýna okkur hvernig við ættum að rækta á Íslandi og hvaða fræ við eigum að nota sem ég held að ættu að koma frá Kanada en ekki Evrópu. Þeir eru meira í svipu svona ræktunar klæmitið og það skiptir öllu máli nefnilega. En hampurinn er svo magnar að hann mun aðlaga sig af Íslandi með tíman. Hann er mjög svona aðlaga samur. Já, og kannski fáum við það upp næstu mynd, já. Þetta er bara hérna þetta vex á 4 mánuðum þannig að við erum að tala hérna birki á bakvið þetta er inn í birkiskógi við Seljalandsfoss hjá hann vinur mínum Hálfdáni og hann er búin að vera að gera tilraunarækt í held ég 5 ár og hann er með svona brjálið hólf inn í skóginu sínum og það er svo geggjað þannig að við getum fundið svona góð svæð til þess að ekki þar sem að engin vindir er eiginlega og það er alveg frábært og svo er þetta hérna hérna eru mikil blóm já, hérna ákvað ég að prófa blómaræktun sem er kannski ekkert eitthvað sem ég er að fókusa endilega úti af því að við erum svo mikið vindur og svona stressandi veður fyrir plöntur þannig að blómir verða stundum svolítið svona tætt og svoleiðis en þetta var mjög gott sumar minna þetta hafi verið 2022-2023 þannig að blómin kom alveg hrikalega vel út og ég náði að taka inn kannski 100 kíló af blómum sem ég týndi af þessum hagri áður en þau breyttist í fræ. Já, og hvað gerir við svona blóm? Ég bara þurrkaði þau og bjó til te. Já, og hérna ég hafi nú smakkað svo list já, og svo hérna gaf ég alla stönglarna í sko tækniháskólanum og listaháskólana og bara fyrir unga fólki sem vildi fara í ykkur skona framleiðslu eða svona nýsköpunarferli til þess að sýna hvað þau geta gert með þetta efni. Frábært. Og þau eru mjög spennt unga fólkið. Já, hérna ertu á bakvið
Já, þeir eru ekkert smá háar líka, þessar plöntur þetta eru ákveðin kyn og það er að fara upp í svona 270 og ef þú ert að fara í stönglaræktun þá er það sem þú vilt er bara að planta sig að teygja sig upp eins lengi og hún getur og eins hátt því meira efni færðu. Þannig að það er svona, þetta er ekki sko eins að rækta korn, ef þú rækta korn þá setur hann niður og þú veist alltaf hvernig kornið kemur út, en af því að þarna eru þeir að fókusa á ræktun á fæber eða sem er utan á plöntunni og þá eru þeir með svona þetta kyn, svo getur ef þú ætlar að fara í kjöti sem er inni, þá myndir þú kannski finna eitthvað annað kyn, ef þú ætlar að fara í blóm, þá myndir þú ekki vilja að það væri svona háar, þannig að það er bara það er til sko 44.000 fræ svo ég viti til af hampi í heiminum í dag. Og svo eru þetta alltaf hægt að einmitt svona krossa og svo þetta miksaður og allt sem er innarhampur er miksaður. Þá er búið að taka konun og kallinn, setja hana saman í eina plöntu sem er monoecious, annars er það dioecious. Þannig að þær gera allt innan síns sjálfs. Þannig eru þið að þurrka? Já, ég fekk lána flugskili upp á Sandhóli til þess að búa mig til þurrkhús og Og tekur fólkið ykkur vel í sveitinni? Alveg rosalega, bændur hafa verið rosa spenntir sko. Ég sko gerði heimildamynd í COVID og fór hringinn í kringum landi til þess að hitta hampbændur sem væri búin að prófa að rækta hamp og ég get sagt þér það að við erum búin að rækta yfir 200 hektar á Íslandi í 5 ár bara til tilraunar. Það er gríðalegt magn og út af því líka er svo áriðandi nú þurfum við að fara að taka næstu skref það er enginn að fara að rækta mikið meira í tilraunaskinni nema að geta fara að nýta vöruna. Fyrst þetta vildum við tjekka hvort þetta myndi virka og svo myndum við tjekka hvaða fræ og svona og hvaða svæði virkuðu líka. Við erum búin að reyna að finna út í því að það er ekki öll svæði sem virka eins vel og svo þetta bara þurfum við að núna er það eiginlega bara hvernig getum við nýtt það sem við erum að gera og þá þurfum við þetta að fá annarkvæmt bændasamtökin eða ríkisstjórnina og landbúnaðarráðuneytið til þess að koma að borðinu svo við getum tekið næstu skrefin og við hvetjum alla þá til þess að líka mæta á ráðstefnunum og við erum búin að bjóða þeim öllum og hefum ekki fengið svar frá mörgum, ég ætla bara að taka það fram og ég er búin að bjóða þeim í 5 ár á ýmislegt en mér finnst það mjög áreindi að þið gera því þetta er gert fyrir bændurnar sko og við erum að reyna að vinna fyrir svolítið landsbyggðina og svo fyrir þetta það bara fyrir Ísland og framtíðan okkar sko. Og hvað ég fyrir áhugasama sem að langar að koma og fræðast og kíkja á ráðstefnu, hvert er að kíkja? Sko, við erum með síðu sem heitir hemp4future.is, þar er allt ráðstefnuna og miðasala og annað, en ráðstefnuna byrjar á morgun og verður í Iðnó, byrjar klokkan 9 morgun og er til svona 5-6 og er bæði á morgun og föstudaginn niður í Iðnó, við erum með 30 spíkara, fullt af erlendur pressu, ég held að sé 2 heimildamyndalið að koma á ráðstefnunum okkar og svo bara auðvitað fullt af íslensku gestum og við ætlum bara að vera að tala hvernig hlutinir eru annars staðar og sýna okkur hvar við erum stödd. Við erum að fá vísindamenn, við erum að fá hagfræðinga, við erum að fá lögfræðinga, við erum að fá sjúklinga, við erum að fá hjúkrunarkonur, við erum líka að fara að tala býflugurnar og hvað býflugurnar geta grætt rosalega mikið á því að vera í kringum hampinn og það er búið að sanna með risa rannsóknum í gegnum Evrópusambandið, þannig að það er kallað Beammunity og hampurinn er svarið fyrir þær og svo ætlum við líka að tala aðeins psychedelic eða hugveikjandi efni og bara hjúkur sem er að sinna fólki sem er í náttúrunni þá hvort sem er cannabis eða hugveikjandi efni eða eitthvað annað en það eru svona hjúkrunarfræðingar sem eru með aðra önnur val fyrir fólk sem vill eitthvað annað og fólk á að hafa val að þeir líka sérstaklega þetta er heilsamanns það er heilsamanns líka og svo sérstaklega bara ef að líka sko það er svo mikið fólki sem hefur ekki fundið lausnina og það er bara búið að vera bara í ykkur svona lúp upp á spítala takandi töflur, það er ekkert að breytast það er ekkert að komast áfram þá er þetta fyrir fólk að leita sér aðra leiða og ef það finnir eitthvað laust og þá er þetta rosalega vont að þið fá ekki að nýta hana Akkurat og svona bara hvetja alla til að mæta þetta er óbærslega áreðandi og við erum líka að tala svolítið bara hvernig sko heilbrigðari þjóð og eitthvað
hvað við að segja, more sustainable eða carbon neutral, ég veit ekki hvað það eins og íslensku, sorry, hvað Já, bara svona, gott þú spurði mig, Já, þú ert alveg með þetta, en þú veist, ég er bara, sorry, ég er bara, þú veist, þetta allt gert á ensku hjá mér, en þú veist, að vera bara Kolefnisjöfnun með öll þessi stóru gól sem við erum með fyrir kolefnisjöfnun og með engan aðgang á náttúrunni, þá veit ég ekki hvernig þið ætla að gera það bara með að skipta út bílum og eitthvað svona dót. Nei, þið þurfum bara að gefa okkur aðgang á náttúrunni. Það þýðir að við getum fara að verja okkur fyrir að kannski verða veik, að við getum meira vera kannski að vinna með það að þurfum ekki að bíða eftir að vera nógu veik til að fara upp á spítal og fá ykkur meðferð. Svo mitt líka bara hægt að, ég meina það kannski verður til nýtt kyn úr þessu öllu saman ef að þið fengið hérna bara svona opið leyfi og líka bara svo, bara líka, þú veist, myndi þetta létta á heilbrigðiskerfinu að þessi sjúklingar myndi fá ykkur svör og geta nýtt það sem þau eru kannski búin að finna lausnirnar á og hérna, og þetta fyrir mér þetta mannréttindi þegar þú ert sjúklingur að þú er kannski með veikt barn með flogveiki og þú þarf að fara svarta markaðan á í olíu. Það er bara ekki í lagi. Nei. Mann finnst það ekki alveg. Nei, og þetta á að snúast sjúklingin og réttindin hans en ekki spítalinn og hagnaðan hans eða tap eða hvað sem það er. En það er bara það þarf að fara að fókusa meira á sjúklingin og réttindin hans, finnst mér. Tóta Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hérna og leiða okkur í allan sannleikum happrækt. Já, bara takk kærlega fyrir að bjóða mér og ég voni sjá sem flesta í Iðnó á morgun. Já, Iðnó á morgun og já, hér skulum við þá setja punkt í bili. Það er meira hér handan við auglýsingar. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.